Þá koma 5. liðadagskrá ársreikningur Akureyrarbæjar áslita uppgjör til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagt fram áslita uppgjör fyrir fyrstu 6 mánuði ársins í rekstri sveitarfélagsins. Þetta sem sagt fyrir 1. janúar til 30. júní og það hefur verið kynnt í bæjarráði og lagt fyrir þar og var vísað hingað til bæjarstjórnar. Nú það hægt að segja það að hallinn hafi verið aðeins meiri heldur en við gerðum ráð fyrir í áætlunum. Hann 343,3 milljónir króna en átti að vera það samkvæmt áætlun en reyndist vera tæpar 700 milljónir. Og skýringarna helst að leita í umtalsverði hækkun lífeyrissjóðsskuldbindinga sem alltaf svo tala sem við eigum erfitt með að stjórna og flókið að hitta á réttar tölur en ekki síður það í öðrum rekstrarkostnaði og vil ég það nefna viðhald sem hefur verið töluvert meira heldur en var gert ráð fyrir. Og síðan þegar þetta uppgjör átti sér stað voru nokkrir ógreiddir reikningar vegna þjónustu sem við erum að sinna fyrir hönd ríkisins og ekki búið að koma inn greiðslur fyrir því. Þannig að þetta þrennt skýrir þennan aukna rekstrarhalla hjá sveitarfélaginu. Nú, ef við förum rétt aðeins yfir niðurstöðunar og A-hlutanum þá var hann neikvæður með 137,5 milljónir króna en áætlað hafði verið að rekstrarhallinn yrði 1.057,9 milljónir á tímabilinu. Afkoman sem sagt 109,6 milljónum króna lakar heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Tekjur samstæðunar voru 19.611 milljónir króna en áætlanir gerðu ráð fyrir að þær yrðu 18,8 milljarðar. Þannig að skatttekjurnar tekjurnar eru töluvert meiri. Skatttekjurnar það voru áætlaðar 10 milljarðar sem 573 milljónum yfir áætlun sem bara mjög gott og verður að segjast að við höfum aldrei séð tölur sem eins og við höfum séð fyrstu 6 mánuði ársins. Nú tekjur jöfnunarsjóðs voru 2,9 milljarðar króna sem 211 milljónum undir áætlun. Ég ger nú ráð fyrir því að það muni kannski réttast af eftir því sem líður árið. Og aðrar tekjur voru 6,6 milljarðar króna sem 425 milljónum umfram tekjur. Þannig að aðrar tekjur eru töluvert betri. Nú tekjur tímabilsins eru samtals 788 milljónum krónum hærri en áætlun hafði gerði ráð fyrir. Rekstragjöld samstæðunar fyrir afskriftir voru samtals 17,7 milljarðar og eru rúmi milljarði yfir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 11,1 milljarður króna en áætlun hafði gert ráð fyrir því að þær yrðu rétt tæpir 11 milljarðar. Nú, eins og ég sagði áfram þá voru lífeyrisskuldbindingar töluvert hærri heldur en við gerðum ráð fyrir og þær námu 818 milljónum króna og voru 370 milljónum króna umfram áætlun. Annar rekstrarkostnaður var 5.789 milljónir króna sem 466 milljónum yfir áætlun. Og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru rétt rúmir milljarður sem 109 milljónum undir áætlun. Og afskriftir voru 1.440 milljónir samanburði við 1.163 milljónir í áætlun. Nú samkvæmt sjóðstreyminu þá var veltufér frá rekstri 2.164,7 milljónir eða 12% af tekjum. Fjárfestingarhreyfingar voru 2.063 milljónir og fjármögnunarhreyfingar neikvæðar 287 milljónir. Afborganir lána á tímabilinu voru 763 milljónir króna. Handbært fé
var í lok júní 2.771 milljón króna. Fastafjármunir samstæðunar voru 65.789 milljónir króna og veltufjármunir 8 milljarðar, rétt rúmir 8 milljarðar. Eignir voru samtals 73.799 milljónir, samanborið við 72.304 milljónir í árslok 2024. Eigið fé var 29.833 milljónir króna en var 30.537 milljónir síðustu áramót. Langtíma skuldir og skuldbindingar voru 35.278 milljónir en voru 34.925 milljónir í lok síðasta árs. Skammtíma skuldir voru 8.678 milljónir króna en voru 6.845 milljónir síðustu áramót. Veltufjárhlutfall var 0,92 á móti 1,1 í lok síðasta árs. Eiginfjárhlutfall var 40,4% í lok júní og þessar tölur eru bara nokkuð ásættanlegar. Ég legg þetta hér fram til umræðu í bæjarstjórn. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir í loki máli sinni til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég las það nú í morgun að Bandaríkjaforseti, hann þessa mundir að agitera fyrir því að þarlend fyrirtæki þau bara hætti að birta ársfjórðungsreikninga, enda sé það óþarfa byrði á fyrirtækin, slíkt regluverk. En við höldum nú samt okkar striki og við höldum áfram að birta okkar ársluta uppgjör og hættum því ekki neitt. Og við gerum það bæði auðvitað til þess að halda okkur gjörnum fulltrúum við efnið og veita stjórnsýslunni aðhald og svo auðvitað til þess að skapa sem mest gagnsæi rekstur og fjármál sveitarfélagsins. Til þess leikurinn gerður og í þessu augnamiði þá reynum við líka við þetta tækifæri að kryfja uppgjörið og eigum það hreinskiptið og heiðarlegt samtal. Og hvað segir þá uppgjörið okkur að þessu sinni? Já, bæjarstjóri okkar, hún fór vel yfir svona helstu tekju og kostnaðarliði og uppgjörið, það auðvitað segir okkur það að grunnreksturinn hann neikvæður á þessum fyrstu 6 mánuðum og því miður neikvæðari en áætlanir gerðu ráð fyrir og nokkuð ljóst að hallinn að hann felst heilt yfir ekki í tekjuhliðinni. Tekjur eins og kom fram í ágættri yfirferð hafa í flestum flokkum aukist talsvert miðað við sama tímabil síðasta árs. Þannig að þessar auknu tekjur ættu því að vera grundvöllur þess að styrkja rekstur sveitarfélagsins. Ég nefni eina undantekningu á þessu og það framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem undir okkar áætlun fyrstu 6 mánuði og varðandi jöfnunarsjóð svona almennt þá full ástæða fyrir okkur bæjarfulltrúa að fylgjast vel með þróun framlaga. Það alveg ljóst að Akureyrarbær að veita mikla og kostnaðarsama þjónustu bæði innan sem utan bæjarmarka. Við draugum til okkar þjónustuþörf og við tökum að okkur sameiginleg verkefni. Þannig að við þurfum að fylgjast vel með hverju sinni, hvernig við komumst frá þessu hlutverki fjárhagslega og einnig hvort jöfnunarsjóður sé þá að taka fullt tillit til þessa. Þannig að það áminning fyrir okkur. En að öðru leyti þá eru tekjurnar að aukast fram af vonum, en það höfum við ekkert dregið okkur höndum þegar kemur að skattheimtunni. Þannig að vandinn liggur í útgjöldunum. Og þar eru auðvitað þættir sem við ráðum illa við, eins og kom fram í máli Ásthildar, og ég þá fyrst og fremst að hugsa lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins. Bæjarstjóri nefndi jafnframt viðhaldsverkefni og svo eru það auðvitað stóru málaflokkanir, velferðarmálin og fræðslumálin. Og við sjáum það nú sem áður að það kostar okkur fljótt drjúgar fjárhæðir ef við förum yfir strikið og kannski þurfum við einfallega að bretta upp ermar og rýna betur í verkefnin og kostnaðarþróun þeirra. Það má líka minna sig á að mörg önnur sveitarfélög gerðu ráð fyrir aðhaldsverkefnum í tengslu við kjarasamninga kennara
Það gerðum við ekki en kannski hefðum við átt að gera það. En svona þetta. Auðvitað eigum við eftir að rýna betur í uppgjörið en í öllu fallið þá held ég að við eigum að líta á þetta uppgjör sem hvatningu til formanna okkar fastanemnda til að virkja sitt nefnda fólk og taka til hendinni á þessum haustmánuðum. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið málsinu, orðið laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt uppgjörið. Það er öll.